ekki að stöða þig? Já, ég átti hérna tímapantan hjá Frikka Kemp. Bara fylla þetta út og setjast annað, kallar ég eitt smá? Já, takk. Okej. Alkoholismi. Okej. Já, sjálfsögðu. Sæll. Sæll. Já, þú ætlar að búa til bíómynd. Já, eða þú veist, það ekki draumurinn. Já, við skulum kíkja hérna á þetta. Já, þú ert með hérna, sefja, spjall, alkoholism. Já, heyrðu, þú hefur meldt hérna óvart við söguþráður, persónusköpun. Þetta er eitthvað sem ég skil ekki, þú verður að útskýra þetta. Já, sko, handritið sem ég skrifaði, þetta er svona plottdrifin ástarsaga sem hefur smá krydd af satíru en líka smá svona hint af komískum thriller. Býtu, nú skil ég ekki alveg. Thriller? Plottdrifin? Hvað, þú ætlar alltaf að fara að tengja saman senurnar, búið til söguþráð og vera með einhverja persónulega sköpun? Jú, sko, málið er að markmið mitt er að gera svona edgy mynd sem bæði fær áhorfendur til að hugsa og gefur hann líka svona skemmtanagildi í leiðinni. Skemmtanagildi? Býtu, er ekki þunglyndi í þessari sögu? Jú, en bara í kringum miðjuna, Síðan blessast allt í lokin. Já, þú ert nú helvíti djarfur. Veist ekki að við búum á Íslandi? Jú. Íslendingar vilja ekki eitthvað svona edgy bull. Mér datt bara í huga að kannski breyta hans til. Ég meina, þú veist, mér finnst íslensk kvikmyndagerð. Bara afsaka þess að segja þetta, mér finnst það frekar einhæf. Mundu bara regluna SN3. SN3? Svartsýnt, sorglegt og stefnulaust. Og ef myndin þín hefur ekki allavega að tventa þessu, þá hefur bara engan áhuga á því. Því miður. Sko, Baltasar, þjóðargersemi Íslendinga. Þetta er maður sem getur búið til sorglegar grenjumyndir og hann er sá eini sem getur gert myndir með einhverjum sögutræði sem fólk borgar sig inn á. En bara hann getur gert það. Hvað með ég breyti bara, ég get látið plottið gerast í Breiðholtinu, bætti kannski tilgangslausu nektarsenu, jafnvel rifrildi. Ég get ekki bara sleppt plottinu. Já, má bjóða kaffi.